tengjum okkur við næringafræðinginn Steinar Aðalbjörnsson hjá Matís á línunni, sæl. Sælir. Ég veit að þú hefur ekki tölur yfir það hvað neitt af sykri og sjálfsagt ekki neitt samræmdir matar listar yfir fæðutegundir sem á báðstólum og hverju allir heimili fyrir sig en sykurneysla þetta mikil? Já, ég held að neyslan á hefur hún sé sjálfsagt ekkert frábrugðin því sem hún bara almennt í samfélaginu. Eldra fólki hrifnar af þessum eldri mat innan gæsalappa. Held til dæmis að saltneysla og sykurneysla sé örugglega of mikið. Mér finnst þú samt ekki alveg rétt að setja, þó að það hefur verið komið inn á eitt heimili að setja öll heimili undir sama hatt. Ég held að hún sagðist nú reyndar að hafa farið á milli heimila fyrir kosningarna síðustu. Það voru að heimsækja allir heimili og hún sá að þetta var svona ákveðin lína. Jú, þið veit ekki hvernig þetta er, þú veist, eins og til dæmis bara með leikskóla. Þeir eru nú mismunandi líka, og jáfnvel þó að sé búið að setja einhverja línur. Ég held að þetta sé, og hér ætla ég ekkert að fara að vera eitthvað dómharður gagnvart elliheimilum hvað í boði þar en ég held að þetta snúist líka bara stundum hvað þetta kostar og ég verða að þó að margir hverjir og kannski hugsa lengur hjá embætti landlæknis séu ósammála með en þegar ég fer með fólk út að versla það bara hreinlega dýrar að versla sér hollustu vöru, það dýrar að versla sér gæða vöru heldur en aðra vöru, þannig það bara og ég held við gerum okkur flest alls grein fyrir því. Þetta breyta því einhvern veginn? Já, það náttúrulega bara, þú veist, ég hef ákveðna skoðanir á þessu og sem dæmi þá held ég að það þurfi bara að fjárfesta í heilsu Íslendinga og eitt af því sem þið vitið það að sykurskattur virkar ekki eins og hann ekki letjandi fyrir fólk að kaupa óhollustum, það kaupir hann hvort þið er. Ok, snúum við og segjum getum við gert eitthvað sem að gera það verkum að fólk kaupir það fyrir eitthvað hollustu og ég vil sjá ríki og sveitarfélög segja, ok, hér eru forvarningar og við ætlum að niðurgreiða grænmeti og ávexti til dæmis fyrir skóla og leikskóla og ég vil hafa grænmeti og ávexti ókeypis fyrir grunnskólabörn á öllum aldri. Þannig að þetta fari í kroppina þeim sem hvað þurfa mest að þeim að halda. Það þarf að vera alveg serja breyting á viðhorfi á Íslandi og sem dæmi að þá eru núna læknar að koma upp, til dæmis svo Teitur Guðmundsson sem nú fastu gestur í Bítinu á Bylgju, fleiri læknar svo Vilhjálmur Arason sem eru að hafa áhuga á næringu og tíma, gefa sér tíma til að hafa skoðun á næringu, þetta nýtt. Og ef að læknar á Íslandi myndu senda sterk skilaboð til stjórn og segja bara hreinlega, heyrðu, við erum núna hættir að grípa alltaf 5 lyfjana, við ætlum að gera eitthvað annað áður, þá held ég að samfélagið og stjórn myndu hlusta. Já, og þetta áalveg eins við eldri borgara? Já, ég held að, og það margt sem að ég ósammála Jóninni, ég átt að viðtala í morgun, látið það liggja milli hluta og fókusum á það sem að ég sammálaðni. Málið það, ég hef ekkert farið kafað onni þetta. Ég sé svo allir aðrir tölur í fjölmiðlum. Fyrsti kosturinn hjá allt og mörgum læknum ekki að reyna að gera þetta með öðrum hætti heldur en með lyf. Og þess vegna held ég að það þurfi bara eiga sér stað nafla skoðun í okkar samfélagi í hvert erum við að setja peningana. Eðlilegt að peningarnir sem að ríki lætur okkur fá í forvarnir, það fari á sem sér læknamál, það segja inn í embætti landlæknis, eru forvarnamálin varðandi heilsu og vellíðan. Í mínum huga þetta bara ekki rétt. Þetta getur aldrei orðið rétt nálgun með þessum hætti og það að leiðin því við byrjum að tala eldra fólki þá náttúrulega getur þetta aldrei við verðum einhvers staðar að byrja og ef við byrjum á unga fólkinu þá skilar þetta eftir 50 ár eða 30 ár eða 20 ár niður í eldra fólk, náttúrulega fólki eldra þá kennt í upphafi. Þannig að við þurfum bara við sem samfélag, við þurfum að fara í allsíða nafnskoðun og ef ég fæ halda áfram að rausa að þessi 5-2 leið, kúraleið eða föstuleið sem að í morgun, þó hún sé ekki alls slæm, vegna þess að menn eru þó að borða
ekki vera að segja að það má ekki hérna þessi matvæli eins og sömu kúrum, þá verðum við samt að átta okkur á því að markmiðunum okkar að heilsu, það engin styttri leið. Við þurfum að vinna vinnuna og leggja á okkur til þess að ná þangað. Sástu, talandum þessa föstu, sástu þennan þátt sem að unnið var af BBC? Já, ég sá hann í raun og veru á netinu fyrir tæpu ári síðan, fyrir raun og veru upphafi út. Og það sko, því sem er vert að minnast á að við verðum að bera saman epli og epli, saman epli og appelsínur. Auðvitað ef einhver er á skítafæðu og fer yfir á föstufæðu, það er svona fæði sem þú fastar 2 viku, þá kemur það til með að vera í betri málum. Sko, ef að þessi einstaklingur sem er á skítafæðinu og gerir allt rangt, ef hann færi yfir á fæði sem að einkennist af því að borða í hófi og vera með mikið grænmeti og ávöxtum og stilla sykurneyslu í hóf, þá næði hann alveg pottþétt mjög miklu í því að bæta heilsuna. Þannig að við verðum að bera saman sömuna og ég segi bara, einhver hluta vegna ekki nema cirka 20% af þjóðir bara eftir ráðleggingum embætti landlæknis. Og það þýðir einhvers þær í kringu það, þá þýðir ekki að benda á embætti landlæknis og segja, heyrðu, ykkar ráðleggingur eru rangar. Það eftir sem engin, eða nánast engin. Þannig að ég segi bara enn og aftur, hættum að finna ökudólg fyrir því sem við berum sjálf ábyrgð á. Við verðum að líta í eigin barm, spýta í lóana og það eru við sem búum til okkar eigin heilsu, engin annars. Steinar Aðalbjörnsson, sykurnesluna og óhollustu, við skulum vona að þeir sem við rættir í dag og hérna á Bylgjunni í morgun líka hafi einhver áhrif nú á haustdögum þegar menn að leggja línuna fyrir veturinn, grillsumarið búið. Já. Það aldrei seint að taka fast á sínum málum. Nei, takk fyrir þetta Steinar. Takk sem leiðis. Reykjavík síðdegis